Já, komið sælustur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin til að flytja okkur fréttir af Gaza og Palestínu almennt. Hjálmtýr Heiðdal, formaður félags Íslands Palestína. Vertu velkomin. Takk. Já, það svona svolítið eins og það fari minna fyrir fréttum af Gaza núna í kjölfar vopnahlés. Við sem kannski erum aðeins meira inn í þeim málum vitum að það ekkert lát á drápunum í Palestínu, þá bæði á Vesturbakkanum og Gaza. Þú fylgist væntanlega vel með. Nú kom J.D. Vance forseti Bandaríkjanna til Ísrael í dag til þess að sjá hvort það verði ekki hægt að framfylgja þessu öðru skrefi vopnahlésins. Hefur þetta vopnahlés svona verið nokkuð gott að þínum mati? Já, eins og ég sagði nú einhvers staðar að þá maður ekkert fullur af bjartsýni. Reynslan náttúrulega kennir okkur að það aldrei hægt að treysta Ísrael og þeir náttúrulega brutu síðasta vopnahlé vísvitandi og þeir eru búnir að brjóta þetta líka. Það talið, það síðasta sem ég hef séð það að það sé búið að drepa yfir 100 manns og særa eitthvað kringum 300 og gera 80 árásir og það eru ljósmyndir núna birtar sem sýna bara alveg mökkin yfir hlutum Gazaborgar og það náttúrulega verið að skjóta eldflaugum og varpa sprengjum úr flugulum. Já, ég held að Netanyahu hafi sagt frá því á Knessetinu í gær að hann hafi, í fyrradag, þá hafi hann varpað 150 tonnum af sprengjefni síðan að vopnahlé hófst. Já, hann var dálítið nákvæmur held ég, 153 tonn og hann náttúrulega að segja sem sagt að þetta gerum við vegna þess að Hamas hafi brotið vopnahlið og svo reynast nú sögurnar að því vera þannig að það náttúrulega enn ein lygin frá Ísrael vegna þess að það sem gerðist í rauninni og það vita bandarísku yfirvöld vita að þetta var, við getum kallað slys, en það var þannig að það eru á vegum hersins fólk frá landtökubyggðunum, landaránsbyggðunum og Vesturbakkanum sem eru með fyrirtæki sem stundar niður í verktöku fyrir herinn og þeir eru ennþá að rífa hús í Gaza og Khan Yunis og víðar og þeir keyrðu á sprengju, ósprungna sprengju sem nóg af náttúrulega á þessu svæði og það vildi svo til að það voru 2 ísraelskir hermenn staddir við þessa jarðýtu sem þeir voru að nota, þarna landtökumennirnir og þá sprakk þetta og allt í loft upp og það drápust þessi 2 hermenn og náttúrulega klæjar Netanyahu alltaf í puttana að hefja sprengingar og hann notar þetta sem tilefni og þá náttúrulega veitum við alveg hvernig staðan að hann mun nota eitthvað næsta tilefni sem hún þykir henta til þess að hefja aftur árásir og þetta vopnahlé mjög tvísýnt og þarna þar sem að líka þessi krafa að finna og skila líkonum það reynilega bara ekki hægt að komast að sumum rústum vegna þess að þær eru kannski nálægt þessari svokölluðu gulu línu og fólk sem að hætti sér þangað, það bara skotið á færi og það mjög erfitt að stunda einhverja rústaleit, sérstaklega náttúrulega það ekki mikil tæki til þess og það bara stór hættulegt að fara þarna innum og krafan að skila líkonum fljótt og vel, hún bara fáránleg en hún verður notuð mögulega sem sagt að þeir skil ekki nóg hratt þessum allir ekki 15 líka eftir, ég ekki alveg viss um það. En þeir voru allavega ekki mörg og maður hugsaði með sér hversu ótrúlega vel andspyrnunni hefur einhvern veginn tekist að halda utanum þó þessa kroppa sem að þegar maður hefur séð eyðilegginguna þannig í kring. Já, það dálítið síðan að Hamas lýsti því yfir að þeir væri búnir að missa sambandi við einhvern hóp af Hamas-liðum sem voru með einhverja gísla í sínum höndum og það hefur sennilega verið þá að þeir hafa verið drepnir allir, bæði gíslarnir og Hamas-liðarnir
Svo að þetta náttúrulega ótrúlegar aðstæður og eins og heimurinn sér, þetta náttúrulega orðina ein rúst nánast. Það ekki mörg hús uppistandandi. Nei. En svo hafa svona aðeins, það svo magna, maður veit eiginlega aldrei svona hverju maður á að trúa í rauninni í fjölmiðlum sem maður lesi Al Jazeera og les maður kannski eitthvað annað heldur en í svo Middle Eastern Monitor eða bara Al Arabi eða það fer bara svolítið eftir því svona hver að segja frá en samkvæmt svona einhverjum þá svona eins og Hamas komið þarna með eitthvað svona lögregluvald í umboði Ísraela. Ég myndur ekki segja það að vera í umboði Ísraela. Þeir náttúrulega þegar að vopnahlið kemur á eða gengur í gildi að þá koma þeir eru rauninni eina skipulagða yfirvaldið á Gaza. Og þeir koma fram sem slíkir og þeir eru að skila gíslunum og þeir eru að láta leita að þessum líkum og reyna að hafa svona, það nefnilega þannig á Gaza, það er ekki bara Hamas sem eru vopnaðir. Það eru líka, þetta er dálítið ættflokka samfélag og það eru vopnaðar sveitir sem að hafa og í rauninni verið vopnaðar af Ísraelum og hafa getað rauninni verið á ferli á svæðum þar sem engin Hamasmaður gæti sýnt sig, hann í skotinn, en þeir hafa getað verið á slíkum svæðum og gengið vopnaðir og þetta liðið sem hefur verið meðal annars að stela matarbirgðir sem hafa verið sendar inn og Hamas hefur verið að ráðast gegn þessum hópum og mér skilst nú á síðustu fréttum þessi búin að eiginlega ráða niðurlögum þeirra flestra eða þá að gera einhvers konar samkomulag við á þeir hætti afvopnist jafnvel en allavega þá þessar opinberu aftökur sem mikið fjallað þær eru tilkomnar þannig að Hamas næri þessa aðila og þetta eru menn sem hafa gengið í lið með Ísrael, þetta eru landráðamenn og eins og gerist náttúrulega í svona ástandi þar sem eru svona grimmileg átök þar sem svona mikið fólki drepi, það náttúrulega lög og réttur ekki það sem að kannski fungerar algjörlega og þetta eru aftökur náttúrulega án dóms og laga og það ekki hægt að mæla þessu bót en það verður að taka afstöðu út frá því hvernig ástandið og Hamas náttúrulega þeir eru drepnir allstaðar þar sem að Ísrael ná í þá og þessir hópar hafa líka verið að drepa Hamas-liða og þeir hafa verið að drepa fjölmiðlamenn líka. Einmitt eins og Saleh Jarahawi sem að, og það talaði með þessa Dogmus-klíku sem að ég byrjaði bara sem ykkur svona 2 bræður í uppreisn en eru nú orðnir svona töluvert fleiri. Já, það náttúrulega, eins og ég segi, þannig svo mikið sérstakt ástand að því þeir hafa sérst í þessi kvikmyndir af því það sem þeir eru að taka yfir vöruflutningabíla, stela matnum og selja hann síðan á uppsprengdu verði á svörtu markaði og við vitum það í gegnum fólki hérna sem að aðstoða fjölskyldur í gegnum þetta GoFundMe leiðina og kannski fleiri leiðir fólk sem er kringum Vonarbrú að þá berast fréttir af, þau heyrir beinu sambandi við fólk á Gaza og þá heyrum við fréttir af því hvað einn hveitipoki kostar og það svolítið himinháar upphæðir og það vegna þess að alltaf í stríðsástandi þá alltaf einhverju sem að reyna að græða og hagnast á ástandiru. Það alltaf verið þannig og þarna eru þessir hópar og fólki kringu þá sem að gerir þetta og hugsar ekki mikið náungan, þetta ekki hjálparstarf, þetta rauninni gróða leið fyrir þá, þeir ná vörunum til sín sem eru mikil þörf fyrir og fólk reynir að aura saman fyrir einhverjum mat og einhverjum sem til þarf og það til dæmis eins og Monobrú hefur verið að gera, þau eru í beinu sambandi við kannski 100 fjölskyldur og hafa sendt peninga og það hefur alltaf komið í ljós að verðið alltaf upplið og þegar að félag Ísland-Palestína keypti 75 tjöld, aldrei stór og góð tjöld, þá ég man ekki verðið, það var alveg rosalega hátt
verð á þessu. Mér minnir þau voru komin upp í hérna $5,000 á einhverjum tímapunkti. Já, ég man ekki tölur. En þetta það er hryllilegt ástand á Gaza og maður einhvern veginn velti fyrir sér sko, þú veist, hvernig getur maður haldið einhvern veginn áfram héðan? Það er allt ónýtt. En þannig eru svona tæpar 2 milljónir manns sem eru föst inn í þessum rústum. Það er líka svo óljóst sko, Trump búinn að vera með þessi útspil sín, friðarhöfðinginn, en á bakvið hann náttúrulega gróðahyggja. Og það getur orðið þannig að Palestínumenn eða Gazabúar hafi ekki mikil tök á því að stýra því sem að framfer, maður veit það ekki. En það getur farið þannig að þessi öfl sem eru í kringum Trump og hans vegum og náttúrulega í tengslu við Ísrael, að þau nái, og meðal annars með þá samþykki Egypta, maður veit ekki alveg hvernig það mun þróast, en að þau geti náð einhverjum tökum á þessu ástandi og hann nú þarna einhver staðar í kantinum að tengdasonurinn Kústner, sem að talar þarna sér mikil fasteigna tækifæri. Þannig að það er alltaf óljóst. Núna á annað skref friðarsamkomulagsins, eða kannski ekki hægt að kalla þetta friðarsamkomulag, samkomulagsins, að ganga í gildi og þá reynir á, sko, þeir ætla að reyna að afvopna Hamas. Þegar þeir eru búin að fá gíslana, svo var náttúrulega það sem Hamas hafið í hendi og núna eru þeir flestir konur til skila, að þá, ef næsta skref er að afvopna Hamas, að þá það skref sem að myndi geta þýtt mikið bakslag fyrir Palestínumenn. Það kemur í ljós að það var gerða skoðanakannanir að 60 og eitthvað %, ég man ekki alveg töluna, vilja ekki að Hamas verði afvopnað. Vegna þess að þá er ekkert, því að stjórnin þarna á Vesturbakkanum, hún veitir enga mótspyrnu, hún er ekki aðstöðu til þess heldur og eins og sérst á Vesturbakkanum þar sem að landalánskvíkindin æða og drepa og skemma. Ég bara sem aldrei fyrir og ég held að ég hafi lesið eitthvað þar að þeir væru þarna komnir með bara, þeir voru með 50-60% af landi þarna við Vesturbakkanum, þeir eru komnir alveg bara hátt í 80. Já, það er ekki mikið pláss fyrir þessi litlu frímerki sem að þeir búa á Palestínumennir. En allavega þannig að það er margt í gangi og það er átök og sko, menn verða að skilja það að Ísrael, síónistarnir í Ísrael, þeir ætla að losa sig við Palestínumenn. Þeir eru búin að vera að því í 78 ára að þrengja að þeim og hrekja það úr landi, alveg svo þeir byrjuðu bara 1948 með því að hrekja þarna þessar 750.000 úr 500 þorpum á Vesturbakkanum, eða í Palestínu allir í fyrirgeðu. Og þeir eru með þessa stefnu allt frá upphæði að þeir eigi þetta land, þeir vilja byggja þetta stóru Ísrael og þeir, ef þeir Palestínumenn ætla að fá að búa þarna, þá verða þeir að búa þarna sem þriðjaflokks borgarar. Og það náttúrulega alltaf þannig að slíkt leiðir alltaf af sér átök. Þannig að þessi draumur að vera með stór Ísrael með fólk sem nýtur ekki sömu réttinda í landinu, verða alltaf átök kringum það. Þannig að þeir sjá bestu lausnin að losna við þá, eins og voru að tala að senda Gazabúa út í Sínai eyðimörkina. En það er bara heimurum verður að taka aðra afstöðu til Ísrael, en þetta er ekki lýðræðisríki, þetta er útþensluríki, það er búið að taka Gólanhæðirnar, það er búið að innlema Jerúsalem, þeir ætla að innlema Vesturbakkann, þeir ætla sér að komast yfir Gaza. Já, ég meina þeir eru komnir hérna langt inn í Sýrland. Já, og þetta er bara eðli síónismans og þessi stefna sem að til dæmis kemur mjög skýrt fram hjá Smútrís fjármálaráðurum. Þeir telja sig meira sig eiga Jórdaníu. Það séu svik við gyðingana eða síónistana að þeir hafa ekki fengið Jórdaníu árið 1947. Og þetta er bara stefna sem að þessir menn fylgja og þú getur ekki samið við þá.
Það er ekki nokkur leið að semja við menn sem að, það eins og bara með nasistana sko, sem að ætluðu sér að finna að auka sitt lebensrám. Það var ekki þetta að semja við, það kostaði stríð. Og þess vegna það eins með Netanyahu og hans gengi að það verður alltaf stríð og meðan þeir njóta stuðnings Vesturlanda eða hlutleysis eða veit ekki hvað þið getur kallað þessi auðmýkjaskapur að framfylgja ekki til dæmis sáttmálanum gegn þjóðamorði. Hann bara liggur og allir eru að bíða til að alþjóðadómstóllinn segi eitthvað þegar allir sjá að þetta þjóðarmorð og Sameinuðu þjóðanefndin þarna daginn lýsti því yfir að væri búið að uppfylla 4 skilyrði af 5 og þá æga vestrænar þjóðir sem eru aðilar, við erum búin að vera aðilar þessum sáttmála frá 48 þau eiga að grípa til aðgerða til þess að hindra komið veg fyrir þjóðarmorð. Það er ekki gert. Það er ekki gert. Hvernig finnst þér íslensk stjórnvöld hafa staðið sig í? Sko, það er nú... Og nú fréttir að því að utanríkisráðherra Palestine Authority sem er á Vesturbakkanum, þetta er ekki það, er það ekki rétt hjá mér? Jú, hún hefði verið hérna í heimsókn en ég voru nú svona einhverjir sem að benda á það, hún væri nú kannski ekki alveg fulltrúi fólksins á Gaza eða bara fólksins í Palestínu almennt, hún er, ég held að sé armensk. Já, hún er náttúrulega Palestínu maður. Með kona. En allavega sko, ég ætla ekki að vefengja hennar umboð sko, sem það sem hún segist vera og hún er talin vera og kemur hingað í því formi eða í þeirri stöðu byrgjuðu. En þessi stjórn í Ramallah hún gengur erinda Ísraels, þetta er eiginlega 2-falt hernám. Það eru öryggisveitir þar sem að ráðast gegn andspyrnuhópum Palestínumanna á Vesturbakkanum. Og þau náttúrulega reyna að koma núna inn í þetta með Gaza að reyna að komast að og þeim verði falin stjórnin og þetta er umboðslaust apparat. Það hafa ekki verið kosningar síðan 2006 sem þeir meiri sér að töpuðu og hann Abbas, forsetinn, hann situr hérna ekki umboðin eins nema Ísraela og náttúrulega baktryggður af Bandaríkjamönnum. Þannig að það að hitta hana það er ekki sko eins og Þorgerður Katrín, hún tekur það sem mikinn velvilja og jákvætt skref að hitta fólk úr þessari stjórn á Vesturbakkanum. En það er svo lítið mál, sko snertir ekki sko þessi megin mál sem er að íslenska ríkisstjórnin, hún framfylgir ekki ákvæðum sáttmála sem við nefndum á þann og hún kemur með 4 atriði sem öll eru hálfgjör og kattaþvottur, banna bensvír og smútsir að koma hinga, þeir eru ekkert á leiðinni hinga og láta fara að merkja vörur frá landtökubyggðunum, þær eru til sölu núna í ríkinu, vín frá fyrirtæki sem er með ólöglega starfsemi á Vesturbakkanum og hverju breytir það þó að komi límið á þetta. Það er náttúrulega viðskipta bann á Ísrael er náttúrulega eina sem að skiptir máli sem að einhver tekur eftir og snertir eitthvað ef fleiri lönd fara út í þær aðgerðir að þá fyrst þurfa þeir að fara að skoða kannski sinn gang hérna í Ísrael að því heimurinn er nú náttúrulega búin að sjá eðlið þessa hers og þessa apparats og það verður ekki aftur snúið það. Við erum búin að sjá þessa rosalegu mótmælagöngur út allan heim og þeir eru komnir og eru svo berstrípaðir. Það er að vísu núna þegar að þetta samkomulag kom og þeir hætti að sprengja þarna eitthvað 3-4 daga, ég maður ekki. Að þá svona þá minnkaði þrýstingur til þess að í Eurovision og
alþjóða knattspyrnusambandið, allt í einu þá það ekki, sko, það var komið upp á... Já, það var svona PR-move, maður upplifði þetta svolítið þannig, að því að þeir voru, og ég meina eins og kom fram í samtali Netanyahu og Trump, þegar Trump segir við Netanyahu þú getur ekki verið í stríði við allan heiminn, og þá var hann að tala samskiptamiðla og þá upplýsingu það sem er raunverulega þessi stað, og fyrir vikið þá eitthvað neginn svona bakka þeir og kaupa TikTok og eitthvað svona alls konar en Já, sko, Netanyahu hefur ekki náð sínum markmiðum. Nei. Hann er ekki búinn að kála Hamas og hann er ekki búinn að ná Gazaströndinni, hann er náttúrulega með 50% hennar núna í krafti þess að þeir hafa ekki vilja fara lengra en að þessari svokölluðu gulu línu, en það að þeir hafa ekki náð markmiðum sínum og þeir voru og standa fram fyrir heiminum, þeir verða fyrir alls konar ekki beint sniðgöngu, en alls konar aðgerðum sem að beinast gegn þeim, til dæmis bara sem túristum og sem í háskólasamskiptum, þá er að heimurinn það er ekki ríkisstjórninnar, það almenningur og fólk sem innan alls konar stofnana og fyrirtækja sem hafa verið í samskiptum við Ísrael. Það þar sem að í rauninni hlutinir aldrei að gerast. Og þá náttúrulega kemur það augnablik að jafnvel Trump, hann getur farið að hugsa, þetta komið aldrei langt, nú verður að gera eitthvað, og hann þvingar Netanyahu til þess að koma inn á þetta samkomulag sem Netanyahu fekk reyndar að fikta í eftir að Egyptaland og Tyrkland og fleiri lönd höfðu setið með Trump og búið til þennan samning. Þá var hann settur í hendurnar á Netanyahu. Og þetta í rauninni bara eins og fyrsti samningurinn sem Hamas lagði fyrir 2 árum síðan. Það var ekki mikið frábrugðin. Nei, sum atriði. En bara að það sé þannig búið að Palestínumenn, Hamas kom ekki nálægt málinu þegar að vera að undirbúa það. Þannig að segir sitt að þetta svona dálítið eins og gamla nýlenduhyggjan og Palestínumenn eru þeirri stöðu eins og öryrkja segja, ekkert okkur án okkar. Þessi regla, hún gildir aldrei Palestínumenn, hún gildi ekki 1947 og hún gildi ekki 1967 og hún gildir ekki í dag. Það alltaf talað yfir hausamöndunum á þeim og alltaf verið að ráðskast með þeirra lífsskilyrði og það búið að ganga á í bráðum 80 ár og enn að gerast og það verður mjög sérstakur dagur þar sem að vestræna ríkisstjórnin sérstaklega gerða sig í brók ef það gerða nokkuð tíman og það gildir íslensku ríkisstjórnina að hvora megin allir að vera, hvað allir að segja þegar að þjóðamorðið orðið opinbert og hvað varst þú? Hvað gerir þú? Akkurat. Já, manni finnst þetta svolítið svona bitlaust og tal. Það auðvitað rosalega mikið tal. Það allir fólk einhvern veginn, það kom svona bylgja mitt rétt fyrir vopnahlé þar sem að þjóðhöfðingjar og svona áhrifa fólk allan heim keftist við að lýsa yfir bara viðurkenna Palestínu og einmitt og Palestínu fólk sagði bara og þú veist, við erum allir saman hvort við viðurkennum okkur eða ekki og mér fannst það alltaf svolítið gott svona svolítið gott á okkur hinn sem að einhvern veginn ég veit ekki, þetta svona þú veist þessi tilhneiging okkar til þess að þurfa að viðurkenna eitthvað til þess að þessi til það eins og með Ameríku við fundum hana, hún var þarna og það var fólk þarna. Akkurat, þetta nákvæmlega eins og þetta bara þessi nýlenduhyggja sem er svo rík í okkar samfélög. Það alveg skilgreiningin á Ísrael, þetta landtöku nýlenda settler kolonism og það svo augljóst. Þetta ekki lýðræðisríki og þetta ekki venjulegt, þó þeir þykist vera þeir eru í Evrópu viðskiptum og Evrópu knattspyrnun og Evrópu Eurovision og öllu þessu. Þá náttúrulega þetta ríki byggt á kynþáttaaðskilnaði, apartheid og þeir vegna þess að þeir eru svo sterkir í viðskiptum. Þeir eru aldrei mikilvægi líka meðal annars fyrir hergagnaðiðnað. Þeir eru rosalega mikil samvinnu og eiga mikið af ríkjum, við erum fyrirtækjum út allan heim sem eru meðal annars í þessu. Og þannig að tökin þeirra eru
svo sterk í gegnum sko, viðskiptahagsmuni og það náttúrulega efsta lagið í öllum þjóðfélögum sem tengir sko, stjórnmálamenn sem eru í vestrænum ríkjum, þeir eru mjög oft tengdir inn í einhver viðskipti eða beint eða óbeint og þar sterkasta vígið sem að Ísrael hefur, það þeirra til dæmis tækni í sambandi við eftirlitsiðnað, þeir eru mjög sterkir á því sviði og þar náttúrulega njóta eða kaupa vestrænar ríkisstjórnur og fyrirtæki versla við Ísrael út af því að þarna fá þeir vöru eins og Ísrael að segja vopnin okkar eru þræl reynd að búið að pröfa þau og á hverjum palestínumönnum og þetta selt út allan heim. Já, og það hefur aldrei verið stærra bara, ég sá það einhvers stærra svona vopnaráðstefnur og hérna. Já, sem betur verið farið að hindra þá að vera á sumum vopnaráðstefnum. Já, þó það, en það auðvitað það sem virkar. En Félagi Ísland-Palestína, hvað svona, hérna, hvað á dagskrá hjá þér? Munuð þið halda áfram, eru þið að kaupa hjálpagögn eins og inn á Gaza eða? Við höfum verið að styrkja samtök sem að við sko erum í góðu sambandi við. Það er náttúrulega fólk í stjórninu sem persónulega þekkir fólk sem að starfa í eins og samtökum sem við höfum verið að styrkja þannig við lagt margar milljónir í alls konar starf og reynum alltaf að tryggja það að það nýtist. Við erum ekki með neitt tilkostnað, allt söfnunarfé fer óskert. Nú við erum náttúrulega í þeirri stöðu núna að við verðum að gera okkur ljóst að baráttan hún heldur áfram. Þetta ekki búið, langt í frá og það verða fleiri aðgerðir, það framundan. Það ekki búið alveg að ákveða dagsetninguna, en það undirbúningur hafinn. Og við höldum áfram að vinna þessu gerfifótaverkefni sem fórum í gang með. Nú aldeilis þörf á því. Já, en það kannski einhver tími í það að við getum komist í það að við erum búin að fjármagna það og við býðum eftir möguleikunum. Það geta liðið 2-3-4 mánuðir. Það byrja alltaf eftir hvað verður úr þessu samkomulagi og hvað gerist þegar að Hamas skiljanlega vill ekki afvopnast. Þeir þekkja sín óvinni. Þeir eiga ekki eftir að afvopnast. Þeir eru ekki bara að segja það. Ég sé ekki að þeir geti það. Nei, það er útilokað að þeir geti það með nokkrum hætti. Það væri bara svona eins og að gefast upp. Það sko, þá væri þeir að reyna að gefa færi á miklu hörmungum vegna þess að Ísraelar bara við verðum bara að reikna með því að Ísraelar hægi sér alltaf með versta hætti. Það ekki nokkuð leið að treysta þeim. Þeir eru alltaf að segja okkur það líka. Þeir eru búin að drepa, já, þeir eru alltaf með yfirlýsingar að þetta séu kvikindi sem séu all samseg alveg niður í börn. Þeir eru búin að drepa einhverja 20.000, særa hvað á annað 100.000 kannski meira. Það veit enginn ennþá vegna þess að rústirnar geyma svo mikið af sönnunargögnum og þeir komast ekki í að hreinsa það upp eins og málin standa. Það auðvitað það sem þeir vilja heldur ekki. Þeir vilja ekki þeir hafa ekki verið tilbúinir til þess að hleypa vestrænum blaðamönnum inn og þeir hafa ekki verið tilbúinir til þess að hleypa inn einhverjum svona stórum skömmtum af hjálparstarfsfólki annars staðar. Og það einfaldlega vegna þess að það fólk yrði þá til vitnis allt sem að þeir hafa verið að gera. Já, þess vegna maður veit ekki hvað líður langur tími uppgjörsins. Hann kemur. Hvað langt í það vitum við ekki ennþá. En það meðal annars þetta þegar að Alþjóðadómstóllinn kemst í það að kveða upp. Það ég held að sé frestur fram í janúar fyrir Ísrael að svara einhverju. Og þá standa þessi ríki sem hafa sko bæði stutt Ísrael með vopnum, peningum og mórals eða pólitísk líka. Þá standa þau fram fyrir því, þessi breska ríkisstjórnin sem hefur skapað vopn og þýska, þá standaði fram fyrir því að þau eru samseg og samkvæmt alþjóða réttarkerfinu sem Alþjóðadómstóllinn æðsta valdið að þá verða þau að gera upp við sig alltaf að halda áfram á sömu braut og rústa þar með þessu kerfi sem búið að vera byggja upp í 70 ár.
það svo mikil hætt á því vegna þess að Bandaríkin eins og þau eru stödd í dag, þau eru ekki einu sinni aðilar að þessu réttakerfi. Þau segja sér bara úr mannréttindaráðinu vegna þess að mannréttindaráðið ályktar gegn Ísrael. Og meðan að náttúrulega Bandaríkjamenn í hershöndum, getur við sagt, að þá náttúrulega rosalega erfitt að framfylgja alþjóðalögum. En það allavega mórals þegar að málið stendur mjög ljóst, eða verður augljóst þegar að búið að kveða upp að þetta sé þjóðarmorð. Þá móralska hliðin, hún náttúrulega þá augljós hvar menn standa, hverjir standa með þjóðarmorði og hverjir hafa reynt að berjast gegn því. Og þetta tími uppgjörsins hann kemur. Já, ég held að það sé alveg ljóst. Og eins og segir þá, fólk verður bara að gera upp við sig hvoru megin sögunar, það ætlar að vera. Já. Það alveg ljóst. Og það nefnilega, því að eins og við segjum, það ekki búið að rannsaka eða búið að grafa í þessar rústir. Þetta getur verið miklu stærri glæpur heldur en við eins og við stöndum fram fyrir í dag, það sem vitað. Það hafa komið fram tölur sem eru miklu hærri. Já, við Lancet sendi fram tölur sem alveg svona mun hærri og það talað 500.000 manns. Það líka annað í þessu þegar þú ert búin að svelta fólk, eyðileggja heilbrigðiskerfið, þá eru eftirköstin geta orðið svo rosaleg. Þannig að þó að þegar stoppi allar stríðsaðgerðir í dag, dæli inn mat og lífsnauðsynum, þá bara fullt af þessu fólki komið fram yfir að þessi hægt að bjarga því. Akkurat, og einmitt. Og það bara staðan einmitt núna. Já, það lítur þannig út. En hvernig veistu, þeir opnuðu þarna Rafah-landamærin eitthvað aðeins fyrir hjálpagögnum, svo las ég eitthvað staðar að það væri búið að loka þar fyrir aftur. Þeir lokuðu einu, já, þegar þeir gerðu þessar loftarósir, því að þeir sögðu að Hamas hefði drepið þessar 2 hermenn, að þá lokuðu þeir jafnframt fyrir allar hjálparsendingar. En það er búið að opna aftur, en þeir hleypa aldrei nema takmörku magni í gegn. Akkurat nóg til að halda fólki á lífi, en svona já, ekki nóg. Já, það ekki til að halda fólki á lífi. En svona, já, einmitt, eða svona rétt kannski að halda þeim á lífi, en bara svona í lengja þjáninguna kannski. Já, þetta náttúrulega svo svakalegt, þeir reiknuðu á sínum tíma hver þyrfti margar kalóriður á dag og þá bara var skammturinn sem var hleypt inn á Gaza, það var fyrir þessi átök sem eru núna. En þeir náttúrulega hafa þetta alltaf þeir náttúrulega meðhöndla Palestínumenn eins og bara þetta séu skemmur og þeir eru búin að lýsa því yfir. Og þeir haga sér algjörlega í samræmi við það. Það má drepa þau, það má svelta þau og það bara svo ótrúlega afmennskunin bara algjör. Þetta er fólk sem að ganga ganga inn í sali á Vesturlöndum maður bara getur ekki. Nei, þetta er alveg ótrúlegt einhvern veginn. En maður við skulum bara öll hérna ganga á sömu jörðinni og fólk sem hefur og kemur svona fram við aðra. Það er alveg það eru, ég veit að margir vinir mínir og bara ég sjálf maður finnur einhvern veginn eftir að hafa fylgst með þessu. Það veit ekki neinu samræmi við það sem fólkið á Gaza að finna. En maður finnur, það er eitthvað svona breytt innan í manni. Já. Það hefur eitthvað gerst. Það hefur eitthvað brotnað svona inn í mörgum okkar. Það er svona ákveðin þreyta og svona eitthvað svona vonleysi sem hefur gripið sig. Hvernig líður þér bara að hafa staðið í þessu allan þetta tíma? Það er svona dagamunur á því, Ég er náttúrulega mikið að skrifa og ég fæ svona, hvað ég að segja, útrás í því. En ég á oft erfitt með að horfa á þessu myndefni sem er út allt á netinu og maður er alltaf að sjá meira og meira af kvikindisskapnum. Bæða Vesturbakkanum og náttúrulega svakalegt á Gaza og þetta er alltaf að segja ég er löngu búin að náttúrulega átta mig á því hvers eðlis síónismin er en samt er ég ennþá að svona
bara verða hvumsa að sjá hversu langt geta gengið og ef maður hugsa sér sko bara nasistana á sínum tíma hvernig þeir fóru með fólk í Pólandi og Rússlandi og þetta alveg sami hlutur það sem sagt fólk sem álíti sig vera æðra öðru fólki og hafi rétt til þess að fara með það eins og þeim sýnist og það það sem þeir gera og það mjög erfitt að horfa upp á þetta líka vegna þess að þeir njóta svo mikil stuðnings hérðan frá sérstaklega Vestur-Evrópu og það svo ótrúlegt að sko, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra sagði daginn að alþjóðasamfélagið hefði svikið Palestínumenn býtu ok og hvað ætlar hann að gera í því ekki þau gengin í haghópin nei ekki þau komið með einhverja yfirlýsingar og það ætla að gera eitthvað annað en bara þessar ræfilslegu yfirlýsingar sem komum daginn sem kosta ekkert og gera ekkert núna sko ég hef ekki séð neinar yfirlýsingar nýlega að ég gera eitthvað meira ég á ekki von á því augnablikinu En svo einmitt á meðan að þetta allt í gangi þá verðum við svona meiri hörku í garð palestínufólks á Íslandi og það auðvitað það líka sem að kannski kemur illa við mann svona flóttafólk sem statt hér hvernig við erum farin að leyfa okkur að tala flóttafólk Þetta náttúrulega bara eins og miðflokkurinn gerir Sigmundur Davíð segir að bara stóra málið útlendingamál og svo bara eru staðreindir látnar að sigla og skiptir engu máli sérst, hvað eru flóttamenn og hvað eru flóttafólk til dæmis frá Úkraínu sem hérna í sérstöku boði sem stærsti hlutin en það bara búin til einhver formúla sem að tekur út sem segir að allt bara fólk sem á erlendum bergi brotið Það stundum talað flóttamanna hælisleitendur en í rauninni þetta stóra vandamál sem þau tala það ekki til en það þarf að sópa inn í það svona óskilgreindum hópum til þess að búa til þetta mál sem orðið aðalmáli á þeim. Þetta hefur hljómgrunn, maður sér það bara á netinu, það fullt af fólki sem verið skorta alla samkennd og skilning á því sem að gerast í kringum það. Og þetta fólk, ef það kemist sjálft í vandræði, segjum bara eins og Vestmannaeyingar þegar þeir þurftu að yfirgefa eyjuna ef að þeir hefði verið álitnir einhverjir svona eitthvað fólk sem að væri ekki bara ógn það hefði verið dálítið sérstök stað sem þeir hefði þá verið komnir í en Grindvíkingar þurftu að yfirgefa sitt fólkið sem að fer frá Palestínu eða öðrum löndum þar sem alls konar ástand það ekki að gera þetta gannu sínu. Nei, og það þetta einmitt að það svona búið að svona glæpavæða það að vera að flýja ykkur ógn í heimilandi sínu og það svolítið hryllileg staða og eins þetta líka, við hefum ekki tekið á móti kvótaflóttafólki síðan 2015 held ég og alveg örugglega, það var eitthvað hérna 2019 og kom ykkur örfáræðir en svona ekkert fyrir alvöru og ekki samkvæmt neinum alþjóðasamningum að því að við erum auðvitað skuldbundin til þess að taka flóttafólk. Það náttúrulega þau eru í mótur þessi lög núna sem hafa verið umræðu til dæmis þessi að sem getur kallað fangelsi eða geymslustaður til þess að taka móti fólki sem verður síðan sett í einangrun, það getur ekki að því að það slæmur einslega því þegar að fólk fær fréttir af því að vera að fara illa með eða senda úr landi ófrískar konur og þá verður alltaf órói og ákveðin uppsteyt og stundum hafa menn orðið að snúa við með einhverja aðgerðir sem að jasan til dæmis og það svíður þessu fólki sem að telur að loka landamærunum og það bara Ísland fyrir Íslendinga hugmyndir nú sumir sjá náttúrulega ofsjónum yfir því að hér allt starfsfólk sem komið hingað til þess að þjóna erlendum ferðamönnum það bara ekki til Íslendingar til þess að fylla í þetta og það náttúrulega setur sinn brag á til dæmis á Reykjavík, ég býð miðbænum það mjög sérstakt að labba miðbæinn það svo mikið að mann heyrir valla íslensku en þetta fólk sem kemur hingað aðalega gegnum Schengensvæðið þau eru vegna þess að það þarf það vantar starfsfólk það vantar bara fólk og þú verður bara þó að sko, þú kemur einhvers staðar á
bakari eða veitingastað yfirleitt talaði ekki íslensku sem að þjónaðir. Og þetta bara breyttur heimur. Þetta auðvitað bara, svo þetta stefna stjórnvalda líka að móka hér inn ferðamönnum og það þarf auðvitað að taka á móti þessum ferðamönnum, en við erum bara hreinlega ekki nógu mörg. Svo náttúrulega fjöldi dæma útlendingar sem að setjast hér að og læra íslensku og eru bara góður og gegnir þegnar hérna og ég þekki þannig fólk og það tala bara ágætt íslensku og maður alltaf heyrir að það ekki íslenskt, en það að vera búa til einhvern óvinafagnaði kringum þetta sem til þess að reyna að græða atkvæði og til þess að ala á fordómum og hérna bjóða upp á einhvers konar upplýsingar sem eru bara rangar til þess að ná þessu markmiði að stækka flokkiðinn eins og þeir eru að gera hann í miðflokknum. Já, ég held að nýjasta maskinuskoðanakönnun kom á hann þegar við bættu sig 5% bara frá. Og svo þeir byrja að tala um að þetta sé svo mikil ógn við íslenska menningu. Þetta ekkit fólk sem eitthvað sérstakt menningar fólk. Nei. Ég bara segi að til dæmis þetta með lesturinn á Laxness, það á ekki eitthvað mikið neyksli, en hérna það nú bara þannig að yngri kynslóðir þær lesa rosalega mikið, þær ekki að lesa endilega Laxness. Það var náttúrulega skildulesningur og ég veit ekki hvort það ennþá sumstaðar. Ég man nú ekki eftir að hafa verið látið lesa Laxness í skóla. Ég las Sölkuvölku þegar ég bara svona sjálf. Já. En það var ekki, þetta var ekki hluta námskráni. Nei, en við slúum ekki fara á langt frá Gaza. Nei, við erum komin einhvern hring, við erum komin líka heim. Þetta hangir átti saman, afstæðan til Palestínu, til Gazabúa, til flóttamanna. Þetta hangir átti saman við þessa óhugnalegu pólitík sem mjög víða að ná sterkari tökum. Og þannig að þegar við ræðum, þegar maður að skrifa Gaza, þá kom alltaf þessi einslög sem eru hreint ógeðsleg og sína svo mikinn rasisma og þetta partur af þessu sem að þessi til dæmis miðflokkur þessi drullupoldur sem þeir eru að sulla í, það partur af því bara hreinn rasismi. Og maður sér, ég meina þetta auðvitað það sem Trump gerir, þetta auðvitað það sem að Farage að gera í Bretlandi og við sjáum þetta víða. Og í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta þannig að við erum svo sem ekkert einstæmi og einmitt við erum alltaf svona aðeins á eftir hinnum, þannig að þetta nú bara nákvæmlega það sem við erum einhvern veginn búin að sjá gerast í kringum okkur. En aftur að Gaza þá eins og ég búin að vera að segja að það aldrei óvíst hvernig næstu skref verða eða hvað gerist næst, en það allavega langt í frá að Palestínumenn hafi ennþá fengið hljómgrunn fyrir þessa augljósu kröfu sem þeirra sjálfsákvörðunar réttur og þeir njóti mannréttindana sem við njótum. Það mjög langt í land með það og það ennþá verið að ráðskast með þá og Trump núna að hóta því að láta afvopna Hamas. Ég nú eftir að sjá hvernig það getur gerst vegna þess að hann þarf þá að kalla inn eitthvað lið annað en í Ísrael. Já, ég segi það eru svona nýjustu fréttir af Al Jazeera ég pröfaði að refresha. Það fundur í gangi núna. Það sem að bandarísk stjórnvöld og Ísrael eru að funda næstu skref og þar kemur fram að þeir ætli sér ekki að setja svona deadline eða gefa þeim eitthvað svona frest, eitthvað gálgafrest til þess að afvopnast. Það sem að ekki allavega ennum sinn og fullir það þeir ætla ekki að setja bandaríska hermenn á svæðið. Það er svo óvissalt í Bandaríkjunum. Já. En það er svona eiginlega það sem mest það sem verðist hafa komið út þessu fundi. Það svo sem ekki neitt. Þetta allt í sama farvegi að Palestínumenn, þeir eru alltaf fórnarlömbin. Það alltaf verið að ganga á þeirra hlut. Það alltaf verið að hindra þá í að ná minnstakosti þessu lágmarki sem allir þykjast að styðja nema Netanyahu, þessi svokallega tveggja ríkja lausn. Hún náttúrulega hvergi á borðinum að segja því að þú getur ekkert fjarlægt þessar 700.000 brjálæðinga sem á Vesturbakkanum og austur í Jerúsalem. Þeir eru vopnaðir. Ísrael hefur ekki burði, Ísraels her eða ríkisstjórnin, hún hefur ekki burði til þess að fjarlægja þetta fólk
Og hvernig á þá að vera tveggjaríkja lausn ef að er sem sagt ekki hægt að leysa þennan hluta og síðan verður bara tveggjaríkja lausn, sem sagt all umfjöllinin það, hún verður að skálkaskjóli fyrir að gera ekki neitt. Já. Það er mjög lengi búið að tala tveggjaríkja lausn. Það er lengi búið að benda á að allt sem Ísrael er búið að gera er ólöglegt samkvæmt alþjóðalögum og sáttmálum. En það hefur ekkert að segja vegna þess að þeir njóta alltaf þessara fríðhelgi sem að þeim veitist vegna þess að ríkisstjórnir eins og Ísland, þau gera ekki það sem þeim ber að gera. Akkurat. Hjálmtýr Heydal, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig Gaza og ýmislegt hérna heima. Svo þykir við erum öll í því að setja hlutina í samhengi hérna við rauðaborðið. Það var gott að fá þig. Takk. Tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is